Góðan daginn. Ég býð ykkur velkomin á 45. fund bæjarstjórnar sem haldinn er hér í Grænumörk 5 á Selfossi. Og við byrjum á því að bóka mætingu. Mættir eru eftirfaldir bæjarfulltrúar. Sá sem hér stendur Helgi Sigurður Haraldsson, forseti bæjarstjórnar. Klara F. Sigfúsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista. Tómas Allert Tómasson, bæjarfulltrúi M-lista. Gunnar Egilsson, bæjarfulltrúi D-lista. Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista. Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi D-lista og Ari Björn Þórarinsson, bæjarfulltrúi D-lista. Einnig eru mættir Gísli Halldór Halldórsson, bæjarstjóri, Helga María Pálsdóttir, bæjarritari og Sigríður Vilhjálmsdóttir, lögmaður sveitarfélagsins. Í upphafi áður en göngum til dagskrár þá óska ég eftir hér að 2 mál verði tekin inn á afbrigðum á fundin. Annars verður það ósk breytingu í yfirkjörstjórn, ósk frá Gunnar Egilssyni breytingu í yfirkjörstjórn og hins vegar er ósk frá skipulagsfulltrúa sem verður tekin inn á afbrigðum mál varðandi deiliskipulagsbreytingu óverulegri á Austurvegi 65 frá fundi skipulags- og byggingarnefndar í dag sem er tengd dagskrárlið sem er einnig frá í dag og var á fundi byggingar- og skipulagsnefndar Árbakka deiliskipulagsbreytingu, en þessi mál eru raunverulega tengjast þannig að það verður að samþykkja bæði til þess að það sé hægt að geti tekið gildi. Það er ekki nóg að taka það sem er á dagskránum Árbakka því að hitt hangir með og verður að vera búið að samþykkja það til þess að hitt geti farið af stað. En ég ber þess að geta samþykkt að taka inn á afbrigðum málvarandi breytingu í yfirkjörstjórn gefur sig gjafamerki og þeir sem geta samþykkt að taka þetta málvarandi deiliskipulagsbreytingu óverulega Austurvegi 65 gefur sig gjafamerki. Það er samþykkt samhljóða bæði. Þá göngum við til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá. Fyrirgefðu, ég átti eftir að kalla eftir því hvort það var einhver athugasemdir við útsend fundarboð. Svo er ekki. Þá göngum við til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá er gjaldskrá 2022. Það er seinni umræða frá síðasta bæjarstjórnarfundi gjaldskrá frístundar og sumarfrístundar 2022. Orðið er laust hana. Enginn kveður sér hljóðs. Þá ber ég hann upp þeir sem geta samþykkt þessa gjaldskrá og gefur svo gjafamerki. Einhver er á móti. Svo er ekki hún samþykkt með 5 atkvæðum gegn 4 atkvæðum bæjarfulltrúa D-lista. Þeir sitja hjá. Þá er það liðið 2 á dagskránni. Það er reglur þjónustu frístundaheimila í sveitarfélaginu Árborg 2022. Það er tillaga frá 31. fundi frístunda- og menningarnefndar frá 14. febrúar síðastliðinn liður 5. Reglur þjónustu frístundaheimila í sveitarfélaginu Árborg 2022. Lagt fram til umræðu og afgreiðslu í kjölfar ábendinga frá 30. fundi nefndarinnar. Nefndin samþykkti fyrirliggjandi reglur með breytingum með þjónustu frístundaheimila í sveitarfélaginu Árborg. Lagt var til við bæjarstjórn að samþykkja reglurnar. Orðið er laust þennan dagskrárlið. Enginn kveður sér hljóðs. Þá ber ég hann þessu tillögu upp. Þessu geta samþykkt hann að gjöra svo gjafamerki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá eru komin dagskrárlið númer 3. Það er stofnun landeigna, Lækjagarður 2. Það er tillaga frá 88. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 23. febrúar síðastliðinn, liður 1. Stofnun landeigna, Lækjagarður 2. Björg Sighvatsdóttir lagði fram umsókn stofnun nýrra 3,8 hektara landspildu, Lækjagarður 2 úr landi Lækjamóta, landnúmer 166-196. Eftir að spildan hafi verið stofnuð var ætlunin að sameina nýja spildu við Lækjagarð og verði hinn sameinaða landspilda 39,68 hektarar að stærð og mun þá fá heiti Lækjagarður. Skipulags- og byggingarnefnd samþykki stofnun lóðarinnar og heiti hennar fyrir sitt leyti og lagði til við bæjarstjórn að stofnun lóðarinnar og heiti yrði samþykkt. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt þessa stofnun landeignar gjöra svo gjafamerki. Samþykkt samhljóða. Þá er það liðið númer 4 á dagskránni. Það er deiliskipulag Breiðumýrarholt. Það er tillaga frá 88. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 23. febrúar síðastliðinn, liður 4. Deiliskipulag Breiðumýrarholt.
Hildur Bjarnadóttir fyrir hönd landeigenda lagði fram tillögu að deiliskipulagi sem tekur til 6,4 hektara landsbylgna í landi Breiðumýrarholts. Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir að á hvorri spildu yrði byggingamagn fyrir frístundahús alltaf 250 fermetrar, bílskúr alltaf 70 fermetrar, hesthús alltaf 500 fermetrar og skemmu alltaf 3000 fermetrar. Svæðið var í gildandi aðalskipulagi Árborgar 2010 til 2030 skilgreint sem landbúnaðarland og voru spildurnar skráðar í fasteignaskrá þjóðskrár sem sumarbústaðaland. Aðkoma að svæðinu var á Holtsvegi og norður Mýrarveg. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti tillögunni í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og lagði til við bæjarstjórn Árborgar að samþykkja tillöguna í samræmi við ofangreinda lagagrein skipulagslaga. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn kveður sér hljóðs þegar getur að samþykkt þessa deiliskipulagsbreytingu gjörðu svo gjafamerki. Samþykkt samhljóða. Áður við förum í dagskrárlið 5 þá vil ég taka það fram, ég láðist það hér áðan þegar við með þessi mál sem við tókum hérna afbrigðum að málið varðandi breytingu yfirkjörstjórn ber undir lið númer 17 sem er á dagskrá sem breytingar á kjörnum fulltrúum og deiliskipulagsóverleg breytingu á Austurvík 65 verður liðið númer 14 á dagskráni. Ef ég bið bæjarreitar að setja þetta inn þá ætti það að koma inn hjá okkur eða refreshið undargáttina. En þá er það dagskrárliður númer 5. Það er fyrirspurn breytingu á skipulagi Móstekkur 14-16. Það er tillaga frá 88. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 23. febrúar liður 6. Fyrirspurn breytingu á skipulagi Mósteks 14-16. Málið var áður á dagskrá skipulags- og byggingarnefndar 3.11.2021 og 9. febrúar 2022. Lögð var fram lagfært tillaga á óverulegri breytingu á gildandi deiliskipulag íbúðabyggðar í landi Bjarkar vegna lóðarinnar Móstekkur 14-16. Ný tillaga gerði ráð fyrir að byggingarréttur verði færður til á lóðinu og heimilt er að byggja eina byggingu í stað 2 áður og íbúðum fjölgar 8 í 10. Bílastæði á lóð verða 16. Breytingin kom til vegna sérstakra lögun á lóðar. Tillagan hafði verið grenndarkynnt og barst ein athugasemd. Núverandi tillaga hefði verið unnin nánar og kynnt þeim aðalega gerði athugasemdir og hefur aðilinn gefið jákvæða umsögn tillögunni í tölvupósti dagsetta 15. febrúar 2022. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti tillöguna sem óverulega breytingu á gildandi deiliskipulagi í samræmi við 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og fól skipulagsfulltrúi að senda skipulagsstofnun tillöguna og auglýsa í B-deild stjórnartíðenda. Nefndin lagði til við bæjarstjórn að tillagan yrði samþykkt í samræmi við ofangreint. Orðið er laust þessa tillögu. Gunnar Egilsson gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar tilheyrendur. Já, ég ætla aðeins að því þetta kemur hérna inn breytingin, óveruleg breyting á deiliskipulagi. Ég er alveg sammála þessari breytingu. Það snýst ekki um það. Ég ætla samt að hrósa skipulags- og byggingarnefnd í því að hafa aðeins verið dálítið hörð á því að breyta ekki deiliskipulagi of mikið. Vegna þess að deiliskipulagi er bara að verður að halda sér dálítið við það. Og ég mun samþykkja þetta að ég skoða þetta er mjög lítil breyting en samt ég aðeins hræddur við fordæmisgildi að halda, en þetta er mjög óveruleg breyting að við megum dálítið passa okkur á því að hlaupa ekki á okkur og samþykkja allt það sem er. Takk. Orðið er laust áfram þessa tillögu. Vill kveða sér hljóðs. Svo er ekki, þá ber ég hann upp þess að geta samþykkt þessa breytingu á skipulagi Mósteks, gjörðu svo gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að liði númer 6. Það er líka deiliskipulagsbreyting Víkurheiði 10-16. Það er tillaga af 89. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 9. mars síðastliðin liður 7. Lögð var fram tillaga á óverulegri breytingu á gildandi deiliskipulagi Víkurheiði. Svæðið er skilgreint sem verslunar- og þjónustusvæði, athafnasvæði og blöndu landnotkun.
Tillaga og óveruleg breytingu samkvæmt annarri málsgrein 43. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010 tekur til lóðanna númer 10, 12, 14 og 16 og felst í að nýtingarhlutfall lóða breytist og fer úr 0,25 í 0,30. Auk þess sem byggingarreiti lengjast lítillega. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti tillögun sem óverulega breytingu og gildandi deiliskipulagi í samræmi við aðra málsgrein 43. grein skipulagslaga og fól skipulagsfulltrúi að senda Skipulagsstofnun tillögun til varðveislu og auglýsi í B-deild stjórnartíðenda. Nefndin lagði til við bæjarstjórn Árborgar að tillagan yrði samþykkt í samræmi við ofangreint. Orðið laust þessa óverulegu deiliskipulagsbreytingu eins og sagt einhver sem vil kveða sér ljós. Þú ekki þeir sem samþykkja þetta gjörðs að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það liður 7 á dagskránni, fráveita endurskoðun tengigjalda. Það tillaga frá 59. fundi eign- og veitunefndar frá 23. febrúar, síðastliðin liður 4. Fráveita endurskoðun tengigjalda. Farið yfir tillögu að nýju tengigjaldi fyrir byggingar aðrar en íbúðabyggingar. Nefndin lagði til við bæjarstjórn að samþykkja framlagða tillögu að gjaldskrá fráveitugjalda. Ein umræða nægir samkvæmt lögum og bæjarmála samþykkt. Orðið laust þetta. Tómas Ellert Tómasson. Úti máls. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar og áhorfendur. Þessi breyting viðbótarbreyting frá því sem var fyrir áramót. Við höfum verið að endurskoða hérna gjaldskrár vatns, hita og fráveitur. Það var að tengigjöldin til að þau mættu betur mæta raunkostnaði við tengingarnar. Og gjaldskráin var ofurlág og jafnvel mun lægri heldur en í öðrum sveitarfélögum. Það var búið að fara yfir þetta vel. Þetta svona viðbótarbreyting við breytingu á gjaldskráni fyrir áramót fyrir annað húsnæði. Guðjón Egilsson tekur til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ekki kosningaslag hérna. Nei, það já, ég held að þetta sé skynsamt að gera þetta. Málið það, og við höfum haft orð á þessu og bent á þetta, að þegar einkaframkvæmd fer í gang við hliðina á landi okkur og tengist inn á okkar kerfi, þá eru þessar fráveiturlagnir okkar eru mjög kostnaðarsamar. Og við erum til dæmis eins og við skoðum þetta eins og ef við skoðum bara með Suðurhóla lögninni sem liggur niðri á og það er að koma nokkuð mörg hverfi inn á þessa lögn og hún er svona alveg að mörkunum að fara annað. Hún er stór en þegar þetta fjölgar svona að það bætt við eins og til dæmis þetta kemur Jórvíkurlandi inn á þetta. Það þetta bara, þetta heilmikil kostnað sem búin að liggja fyrir áður. Og ég tel ekkert óeðlilegt að sé að fara að rukka til dæmis eins og það komast inn á þetta hverfi sem einkaframkvæmd með og mér finnst það ekki óeðlilegt að sé að rukka vel fyrir það. Vegna þess að við þurfum að fara að hugsa næstu lögn þarna í Suðurhverfinu, eða Suðurbyggðinni. Það þarf að fara að hugsa lögnina sem liggur svo með Suðurhólaveginu sem liggur fyrir sunnan Gámasvæði. Það þarf að fara að setja lögn þar líka. Og þetta kostar þetta ekki bara 100 milljónir þetta 20 milljónir sem þetta kostar. Og það verður auðvitað að fá borgað, eða fá greitt fyrir þá lögn sem við erum að fá. Þess vegna tel ég að þetta sé mjög skynsamlegt að reyna aðeins að koma á móts við það að við þurfum að fara í þessa lögn. Fyrir utan fráveitugjaldi fyrir lagnirnar og
fyrir hreinstöðina. Að vísu fráveiti gjald mjög hátt á húsum hér í dag en það hefur verið að fara í hreinstöðina og þetta er hérna mjög skynsamlegt. Mér finnst það skynsamlegt að fara í það aðeins að hækka þetta, fylgja þess eftir sem aðrir að gera heldur en að vera alltaf með þetta á lágt. Svo þegar við fara að leggja nýja lagnir, þá ekki til peningin fyrir það. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs undir þessum lið. Það ber ég það við þeir sem samþykkja þessu endurskoðun á tengigjaldi gerir sig gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá voru komin lið nummer 8 á dagskráni, það svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs 2021-2032. Það tillaga frá 140. fundi bæjarráðs frá 3. mars síðastliðinn lið 5, svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs 2021-2032. Það erindi frá Mannvit dags 14. janúar síðastliðinn þar sem óskað var eftir staðfestingu sveitarstjórnar fyrir 23. mars varðandi sameiginlega svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs 2022-2033 nú komið þarna. Nú spurning hvort rétt. Bæjarráð lagði til við bæjarstjórn að svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs 2022-2033 yrði samþykkt. Orðið laust þetta. Enginn kveður sér ljós. Þeir sem samþykkja þessa svæðisáætlun gjörðu sig gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá var það liður númer 9 á dagskráni. Það kaup vegagerðar á landi vegna Suðurlandsvegar. Það tillaga frá 140. fundi bæjarstjórnar frá 3. mars, liður 6. Kaup vegagerðar á landi vegna Suðurlandsvegar. Samningaviðræður hafa staðið yfir milli sveitarfélags Árborgar og vegagerðar síðastliðin misseri verð fyrir þau lönd sem sveitarfélag lætur undir vegagerð. Meðfylgjandi tillaga samkomali og fylgiskjöl afmörkun þeirra landa sem ræðir. Bæjarráð lagði til við bæjarstjórnar samkomulagi við vegagerðina þau lönd sem sveitarfélag létu undir vegagerð í tengslu við lagningu nýrra brúar yfir Ölfusá yrði samþykkt. Orðið laust þessa Gunnar Egilsson tekur til máls. Forseti bæjarfulltrúa tilheyrendur, já, þarna kemur hérna kaup landsins undir veginn út af nýju Ölfusárbrú. Ég óska eftir því að hérna Gísli getur upplýst mig hvað þetta margir hektarar og hvað þetta mikið á hektarar sem hefur verið að fara með. Vegna þess að við vildum taka þessa umræðu hérna inn í bæjarstjórn og mér finnst við þurfum að taka þessa umræðu hérna inn í bæjarstjórn. Þetta er stórt mál. En hvað þetta margir hektarar? Það kemur ekki fram að það. Ég hef nefnt ekki að fara að setja þetta saman alveg hvern lið fyrir sig og vita bara hvað mikið á hektaran, hvað þetta mikið á hektaran. Ari Björn Þórðarsson vildi dílast að gera svo vel. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, tilheyrendur og gestir. Já, það svona svolítið sama þetta sem Gunnar var að ræða. Það svona, mér finnst það óskýrt í þessu samningi, það raun og veru ok, þá að borga hérna einhver x upphæð fyrir þetta land sem við erum að láta að hafa. Mér finnst ekki koma fram raun og veru og það sem mér ekki eðlilegt í því að þau þetta bara borgar vegagerðin öllum jafn á öllu svæðinu sem þeir eru að kaupa upp, alveg sama hvort það við eða Kotsströnd eða hvað sem það heitir, það sem þeir eru að kaupa landi. Það sé ekki mismunur á því, mér finnst það ekki koma fram í þessum bloggu sem ég var að fara yfir í morgun, að ég sé ekkit hvað hinur er að fá. Mér finnst mikið atriði, það sé bara allir að fá jaft fyrir hvert fermetra sem þeir eru að láta undir hennar veg. Og auðvitað er þetta eitthvað mál sem á að vera löngu búið að gera, af því að vegurinn er kominn, mestu leyti. En Gísli skýrir það vonandi fyrir okkur. Nú orðið laust en Gunnar Egilsson óskað eftir að verði tekið stutt fundarhlé og ég verði því, þannig ég bið að
Er búið að er búið að loka? Ok, já.
Þá getur bæjarfulltrúar og áheyrendur fundarhlé er lokið og við vorum undir dagskrárlið númer 9 kaup vegagerðar á landi vegna Suðurlandsvegar og við afgreiðslu á því máli bæjarráð lagði til að bæjarstjórnar samkomulag vegagerðarinnar þessi lönd yrði samþykktur. Ég legg til breytingatillögu við tillögu bæjarráðs sem að bæjarstjórn samþykkir það og hljóða svo: leggur fram breytingartillaga að við samninginn bætist fyrirvari mögulega hækkun bótanna ef samningur við landeigendur annarra jarða vegna sömu vegaframkvæmdar eða úrskurður matsnefndar eignarnámsbóta verði hærri bætur. Þannig verður tillagan, þeir sem geta samþykkt hana gjörðu svo gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 10. Það eru reglur stoð og stuðningsþjónustu. Það er tillaga frá 31. fundi félagsmálanefndar frá 7. mars síðastliðinn, liður 4. Reglur stuðning fyrir börn og fjölskyldur þeirra. Nýjar reglur stuðning fyrir börn og fjölskyldur þeirra. Félagsmálanefnd samþykkti reglur stuðning fyrir börn og fjölskyldur þeirra og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja reglur stuðning við börn og fjölskyldur þeirra. Orðið er laust þessa tillögu. Engi kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gjörðu svo gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá eru komin að dagskrárlið númer 11 sem er viðauki við fjárhagsáætlun 2022. Hann hljóðar svo: það er viðauki við rekstur, málaflokkur 04, fræðslu og uppeldismál, skrifstofa fræðslumála, samningu við RR-ráðgjöf vegna húsnæðismála BES, 2.750.000, málaflokkur 06, íþrótt og æskulýðsmál, styrkur til ungmennafélags Selfoss vegna erfiðrar rekstrarstöðu hagnaðardeildar félagsins, samtals 21 milljón. Málaflokkur 09, skipulags- og byggingamál, skrifstofa skipulags- og byggingadeildar, kostnaður vegna kærumála, samtals 4 milljónir. Samtals útgjald auki í rekstri 27.750.000 og meðfylgjandi er svo áhrif á viðaukans á fjárhagsáætlun ársins. Orðið er laust þennan viðauka. Ari Björn Þórarinsson, bæjarfulltrúi D-lista, tekur til máls. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar gestir, ég hef nú kannski fóð áhuga að vita hvaða lögfræðimál þetta eru sem við þurfum að taka viðauka fyrir á skipulags- og byggingaembættinu. Hvort það sé ekki gert ráð fyrir ykkur í fjárhagsáætlun vegna svona ófyrirséða í því, og eins ger ég nú athugasemd við þetta við handboltana því að það er raun og veru eru í fjárhagsáætlun upphæð fyrir árið í ár og við þurfum ekki að taka viðauka fyrir allri upphæðinni, ekki fyrir árið 2022 af því það er inn í rekstrinum og þetta mínusa það af því það er til peningur í fjárhagsáætlun fyrir þeirri upphæð. Orðið er laust þessa tillögu. Gísli Halldór Halldórsson, bæjarstjóri. Takk fyrir. Að ræða kostnaðarlið í skipulagsmálum sem að bæjarráð hefur tekið ákvörðun og ráðleggi Ara að ráðfæra sig við bæjarráðsfulltrúa. Takk fyrir. Orðið er laust áfram þetta en kannski út af þessari fyrirspurn með handboltadeildar, ef ég maður rétt í þessu samningi sem var lagður fyrir þá er það miðað við næstu áramót. Niðurgreiðslan þeirra í 2026. Þannig er haldið sínu. Já. Þannig er haldið sínum þeir sem þeir eiga samkvæmt samningum ungmennafélaga í ár og síðan verði þeir raun og veru fá þeir enga af þeim umsömdum greiðslum sem þeirra sveitarfélagið er til þeirra, þeir fá þau ekki í 4 ár sem endurgreiðslu á þessu. En orðið er laust ef það er eitthvað fyrir.
við að ræða þetta. Svo ekki, þá ber ég þetta upp. Þeir sem geta samþykkt þennan viðauka við fjárhagsáætlun 2022 gjörðu svo gefa merki. Einhverjir á móti. Samþykktur með 5 atkvæðum, bæjarfulltrúar á D-lista sitja hjá. Þá það liður 12, COVID-19, lánsumsókn og skuldaskil Hagnaðardeildar Ungmennafélags Selfoss. Já, Gunnar Egilsson, bæjarfulltrúi D-lista, tekur til máls undir dagskrárlið númer 11 sem var áðan. Bæjarfulltrúi tilnefndur. Við D-listamenn situm hjá í þessu atkvæðagreiðslu og það við erum ekki alveg sammála einum liði í þessu, að þetta er borið allt saman upp í einu og við erum ekki alveg sammála einum liði í þessu og þess vegna situm við hjá. Og fólk getur ekki alveg verið það að við séum bara á móti því, en við situm hjá. Það er dálítið munur þar á. Þá það dagskrárliður númer 12 og þar er nánari útskýring á þessu sem var hérna áðan. Þar er þessi lánsöfnun og skuldaskil Hagnaðardeild Ungmennafélags Selfoss. Markmið samkomulagsins er að áfram verði haldið upp í því metnaðarfulla starfi í handbolta sem vakið hefur athygli á landsvísu, meðal annars með frábærum árangri og mikilvægu hlutverki Selfyssinga í landsliðum. Handboltadeild Ungmennafélags Selfoss er íbúin sveitarfélagsins sameiningartákn og færir þeim fyrirmyndir sem stuðla að heilbrigðara samfélagi og sterkri sjálfsmynd. Áskoranir handboltadeild Ungmennafélags Selfoss hafa verið miklar í heimsfaraldri COVID-19. Erfiðar aðstæður leiddu til 16 milljóna króna taps deildarinnar árið 2001 og fyrirséð tap fyrri hluta árs 2022 upp á 5 milljónir króna. Síðan er þarna með samkomulagið þetta og ef ég má bara aðeins fá að bæta við og ekki orðið laust, þá vil ég það sé skýrt tekið fram þar sem að þetta er ein deildin Ungmennafélags Selfoss að þetta mál og aðkoma sveitarfélagsins að þessu var rædd í aðalstjórn Ungmennafélags Selfoss og þar var einhuga samstaða allra deilda Ungmennafélagsins að standa á bakvið erfiðleika þessar deildar og hennar umsóknum aðstoð sveitarfélagsins. En orðið er laust. Ari Björn Þórðarson, bæjarfulltrúi D-lista, tekur til máls. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, tilnefnendur og gestir. Þetta er auðvitað hið versta mál að einhverjar deildir skulu bara halloka raun og veru. Auðvitað er þetta kannski skýrasta myndin og kannski stærsta tapið hér á okkar slóðum út af COVID. Og það er svona mjög áberandi að þetta er raun og veru COVID-mál að því að þeir fengu enga áhörundur. En samt er ég svona mjög hugsið við því og á erfitt með að samfara sjálfa mig það að þetta sé rétta leiðin að bæjarstjórn sé að raun og veru láta þá hafa alla pening fram í tíman sem að við erum búin að gera samning við þá eða gegnum ungmennafélagi. Í staðin fyrir að þeir hefðu bara farið með þessa samþykkt og þennan samning í bankastofnun og fengið lán hjá bankanum fyrir væntanlegum greiðslum frá ungmennafélaginu. En auðvitað við þekkjum málið ekki til hlítar og það getur vel verið að þeim hafi verið neitað í bankanum það að sem að mér þykir samt ótrúlegt en auðvitað er þetta ódýrasta leiðin fyrir þá en þetta raun og veru kostar sveitarfélagið aðeins meira heldur en þetta. Við þurfum að taka lán fyrir þessum peningum, það er ekki að þetta sé inn og bóka okkur en auðvitað vonast maður svo innilega til þess að handboltadeildin rétt úr kútnum og þetta verði þá hennar til framdráttar að þeir geti redda sér fyrir horn og standi sig og geti náðu vopnum sínum á ný. Gunnar Egilsson, bæjarfulltrúi D-lista, tekur til máls.
fundarstjóri, bæjarfulltrúi og tilheyrendur. Já, sko, það er einhvern veginn þannig að bankar lána ekki til íþróttastarfsemi. Það er þannig. Já, ég alveg sammála Ara í þessu máli. Maður sko, fyrst þetta kom inn á borð til okkar, ég ætla ekki að fara neitt yfir það, við vorum að skipta skoðunir það, svo endanum með þetta kom þetta mál og þetta var eina rétta leiðin til þess að fara í gegnum þetta. Og ég hef áhyggjur af þessu samt. Við skulum átta okkur á því, þetta eru tæpa 6 milljónir þegar handboltadeildin næstu árin fær ekki. Og við vorum að átta okkur á því að þeim vantar þennan pening inn í reksturinn samt. Og þið fáið núna til þess að redda sér út úr COVID-inu og þessum pening, og þetta graf alvarlegt, þetta COVID-dæmi, og fengu ekki að selja henn á leiki, og þá vantar þeim með þennan pening og næsta ári inn í reksturinn. Hann verður erfiður hjá. Og ég bara alveg hvet fyrirtæki og einstaklinga að styðja við handboltadeildinu næstu árin með fjárframlögum og annað til þess að þetta geti gengið upp hjá. Við viljum hafa þetta hérna, við verðum að taka höndur saman í þessu máli að hjálpa þeim í gegnum þetta. Við vitum það, þetta er mikið unglingastarfana og við erum með mjög frábært lið eins og kemur fram í greinargerðinni og við, sko, ég bara hvet þá sem hlusta á þetta hérna og annað að við verðum að hjálpa þeim í gegnum þetta vegna þeim vantar hennar peningin í rekstur. Takk fyrir. Mér langar aðeins að áður en gefa Tómas Ellert orðið, langar bara aðeins að bæta inn á því að kom bæði Gunnar Ari inn á það. Því að þetta er ekki í fyrsta skipti sem sveitarfélagi kemur til aðstofar. Fyrir einhverjum árum síðan var 2 deildum gert svona skuldaskilaverkefni við þau. En tíminn sem betur fyrir breyst í þá að þá var verið að veita, voru það aðalega bankalán sem voru í vanskilum. Þar var hægt að taka bankalán, gátu einstakar deildur og félög tekið bankalán með misjafnlega góðum veðum. Í dag segja bankarnir bara nei, ef þeir ekki með veð í fasteignum með einhverju, þá þið ekki að fá lán. Það er bara þannig. Og það eru svörin sem þeir fengu, meðan þeir eigi ekki eitthvað til að taka veð í, þá bara gerum við þetta ekki. Og þannig að það er svolítið, það sem að ég veit að handboltadeildin alltaf ætlar sér, ákveðin endurskipulagning og reyna að ná í meiri tekjur. Og svo líka verið að taka það fram að það í umræðinu að ríkið komi að því að koma með stuðning við íþróttarhreyfingan út af þessu COVID og allur vilji þeirra til að ef að það kemur eitthvað og þeir sjá fram á réttu kútinu, þá vilja þeir klára þetta mun fyrr og geta þá bara fengið sína samningsgreiðslur eins og frá sveitarfélaginu styrki bara seinni helmingin á þessum tíma. Þannig er það. En Tómas Ellert Tómasson, bæjarfulltrúi M-lista, tekur til máls. Forseti, það rétt sem kom fram máli forseta áðan að staðan bara þannig í dag að íþróttafélög fá ekki lán í bönkum. Þetta akút staða hjá handboltadeildinni og vegna COVID, það alveg augljóst að má sjá í ársreikningum handboltadeildarinnar að þetta vegna fækkun áhorfenda. Og það rétt sem kom fram í máli forseti líka áðan að 2 deildum hefur áður verið hjálpað í gegnum þetta, en þá með beinum styrkjum. Það sem við erum náttúrulega að gera, það er að láta það hafa, þetta eru framtíðartekjur þeirra frá sveitarfélaginu og þær eru raun verðtryggðar, þessi samningar sem við höfum gert við ungmennafélagi eru verðtryggt. Þannig að það kemur út á 1.
Ég persónulega hef ekki stórar áhyggjur á því að hagnarsdeildin komist ekki frá þessum vanda. Þeir þurfa í raun og veru ekki að bæta við sig nema einhverjum 5% tekjuaukningu á ári til að staða sé svo sama. Ég er alveg sannfærður um það að þeim takist það léttilega og ég tek undir orð bæjarfulltrúa áðan þeir voru að hvetja einmitt íbúa í sveitarfélaginu til að aðstoða hagnarsdeildina og líka aðrar deildir sem að hafa farið illa út úr COVID, það er ekki allar deildir sem hafa farið jafn illa. Því að sem betur fer er búið að breyta skattaumhverfinu í þá veru að nú fá einstaklingar sko skattafrádrátt eða styðja við íþróttastarfsemi sem var ekki áður, sem er bara í besta mál og að vonandi nýta íbúa sér það og styðja við þetta og fá í staðinn skattafrádrátt. Þannig að ég undir það orð og bara gangi vel. Hjartar Björnsson, bæjarfulltrúi í D-lista, tekur til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, þetta náttúrulega get svo sem tekið undir bara allt sem hér hefur verið sagt í raun og veru með góð orð til íþróttahreyfingarinnar og handboltans í þessu tilviki. Það er auðvitað afskaplega þungbært hjá þeim. Þeir hafa náttúrulega byggt sína tekjur náttúrulega mjög mikið á áhorfendatekjum og það sem ég fer nú mjög reglulega á leiki hjá þeim að þá til dæmis hefur maður séð það að það er bara gríðarlega mikil takmarkun búin að vera í gangi. En mitt fyrirtæki eins og mörg önnur fyrirtæki hafa bara keypt áfram ársmiða þrátt fyrir að hafa ekki haft tök á því að nota það vegna COVID. Þannig að ég held að það sé alveg rétt að taka undir það áskorun til fyrirtæki og einstaklinga að styðja við íþróttahreyfingunni í heild sinni. Það eru auðvitað fleiri deildir og þetta er auðvitað alltaf svolítið erfiður samanburður. Það eru margar deildir og fulltrúar deilda sem hafa komið til að mynda máli við mig, allavega fulltrúar 2 deilda og spurt hvort að þeir muni geta komið líka og fengið aðstoð. Auðvitað er þetta sérstakt mál í rauninni, en bara vonandi leysist þetta og tek undir með koma Sellir til áðan að ég held að þeir muni léttilega ná að snúa við taflinu. Fleiri hafa ekki hvatt sér máls undir þessum lið, en ég ber þetta upp. Þeir sem samþykkja þetta, gjörðu svo ekki að merki. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið númer 13 í dagskráni, sem er Árbakki deiliskipulagsbreyting. Það er bókun frá fundi skipulags- og byggingarnefndar í dag 16. mars. Mál áður á dagskrá skipulags- og byggingarnefndar 9. mars 2022. Batteri arkitekt að leggja fram tillögu breytingu á gildandi deiliskipulag íbúðabyggðafyrirgefið í landi Árbakka í Árborg. Gildandi deiliskipulag er frá árinu 2007 og breytt 2008. Deiliskipulagsbreytingin mun taka yfir gildandi deiliskipulag innan deiliskipulagsmarka hennar. Svæðisumræði liggur norðvestan byggðar á Selfossi og meðfram Ölfusá. Svæðið markast á Ölfusá til vesturs, atvinnuhús á íbúðabyggð til suður, útivistarsvæði og fyrirhuguð vegstæði fyrir þjóðveg til norðausturs. Aðkomur á svæðinu eru frá Árvegi að vestan og frá Laugardælavegi að austan. Svæðið er að mestu flatlynd en hallar lítillega til norðurs í átt að Ölfusá. Skipulagstillagan er í samræmi við gildandi aðalskipulag Árborgar 2010-2030, þar með til breytingu á aðalskipulag Árborgar 2010-30 sem öðlaðist gildi 28. júlí 2021. Deiliskipulagssvæðið er 20 hektara flatarmáli, er skipulagt fyrir íbúðabyggð með 2 megin aðkomulegum inn á svæði. Í núgildandi deiliskipulag var gert ráð fyrir alltaf 287 íbúðum. Í breyttu deiliskipulag var gert ráð fyrir það bil 550 íbúðum. Þær skiptast í grófum dráttum þannig að 20% íbúðuna verði í sérbýli og 80% íbúðuna verði í fjölbýlishúsum. Tillaga deiliskipulagsbreyting var auglýst frá 22. desember 2021 á þetta væntanlega að vera
ritari, það stendur 22, með athugasemdafresti til og með 2. febrúar 2022. Ein athugasemd auk 7 umsagna lögbundinna umsagnaðarlega bárust á auglýsingatíma tillöguna. Skipulags- og byggingarnefnd fer yfir innkomna umsagnir og athugasemd. Brugðist hefur verið við athugasemd og umsögnum, samanber minnisblað umsagnir og athugasemdir dagsett 16. mars 2022. Megin breyting tillögunnar eftir auglýsingu er að deiliskipulagssvæði er minnkað ca. 4 hektara, en gert er ráð fyrir óbreyttum fjölda íbúða. Samhliða breyting á deiliskipulagi fyrir Árbakka gerð óveruleg breyting á deiliskipulagi fyrir Austurveg 65 til samræmingar á deiliskipulagsmörkum. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti tillögu að deiliskipulagsbreytingu fyrir Árbakka með áorðnum breytingum eftir auglýsingu og lagði til bæjarstjórnar tillagan yrði samþykkt og send skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið er laust þessa deiliskipulagsbreytingu. Engin hver sem hljóðs þeir sem geta samþykkt hana gjörur svo að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá er að dagskrárliður nr. 4 deiliskipulagsbreyting óveruleg Austurvegur 65. Það er tillaga á 90. fundi skipulags- og byggingarnefndar 16. mars. Anja B. Hansen, Eflu fyrir hönd Mjólkurbús Flóamanna EHF og Mjólkursamsölunar EHF leggur fram tillögu að óverulegri breyting á gildandi deiliskipulag fyrir Austurveg 65 á Selfossi í samræmi við 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga. Í gildi er deiliskipulag samþykkt í bæjarstjórn Árborgar og staðfest í B-deild Stjórnartíðinda 12. janúar 2005. Svæðið er skilgreint sem iðnaðarsvæði og áfram er gert ráð fyrir sambærileg starfsemi sem áfram kann að valda hljóð, lyktar og ásýndar áhrifum. Umfang og forsendur breytingar. Unnin hefur verið breyting aðal á deiliskipulags Árbakka, breyting aðalskipulags á hlutasvæðis milli Ölfusár og Austurvegar var auglýst í B-deild 28. júlí síðastliðinn. Gildandi deiliskipulag á Árbakka var staðfest 13. júní 2007 og gerði breyting með það að markmiði að fjölga íbúðum. Lögð er fram minniháttar breyting deiliskipulags fyrir Austurveg 65. Með það að markmiði að samræma skipulagsmörk við mörk deiliskipulags íbúðabyggðar við Árbakka. Breyting felst í færslu skipulagsmarka á norðanverðu til suðurs. Samhliða að minnka byggingareiti 2 og 4 lítillega. Einnig er gert ráð fyrir mögulegri færslu lagnarleiða. Þá tekur breytingin til greinar 1.1 og 3.8 í greinargerð, þar sem gerð er ítarleg grein fyrir stærðum, staðháttum auk hvaða. Að öðru leyti en að ofan greini gilda deiliskipulagsmálar eldri skipulags samþykkt í B-deild Stjórnartíðinda 12. janúar 2005. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir tillöguna fyrir sitt leyti og leggur til í bæjarstjórn og tillagan er samþykkt í samræmi við 2. málsgrein skipulagslaga 43. greinar sem óveruleg breyting á gildandi deiliskipulagi. Þar sem breytingin varðar ekki hagsmuni annar en sveitarfélagsins sjálfs og umsækjanda lagði skipulagsnefnd til að fallið yrði frá grenndarkynningu. Skipulagsfulltrúa falið að senda skipulagsstofnun tillöguna til varðveislu og auglýsa í B-deild Stjórnartíðinda. Og orðið er laust þessa óverulegu deiliskipulagsbreytingu. Tómas L. Tómasson bæjarfulltrúi M-lista tekur til máls. Forseti, ég vil eiginlega bara fagna því að þessari deiliskipulagsbreytingu að Mjólkurbúið sé að stækka athafnasvæði sitt tilbaka og það eru góða fréttir sem hafa heyrst úr þeirra herbúðum og þeir eru sig að fara að byggja upp stærðarinnar vinnslu og veit ekki hvað og hvað og mun bara auka við atvinnu hér á svæðinu sem er bara allra besta mál því að þetta fyrirtæki hefur náttúrulega verið eitt stærsti atvinnurekandinn í sveitarfélaginu langa hríð og svona grunnurinn að því að sveitarfélagi það með Selfosskaupstað var til og þetta er bara í besta mál. Ég er mjög ánægður með. Nú orðið er laust áfram þessa deiliskipulagsbreytingu óverulegu Austurveg 65.
Enginn tekur til óskar að taka til máls, þá ber ég hann upp þeir sem samþykja hann að gjöra þess að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá eru komin að lið númer 15 sem er breytingar á samþykktum stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Árborgar. Sú breyting sem að lögð er til er fyrsta málsgrein í 8. grein samþykktarinnar þar sem kveður á að reglulegum fundum bæjarstjórnar sveitarfélags Árborgar verði fjölgað og að bæjarstjórn komið saman 1. og 3. hvern miðvikudag í mánuði og verður þá fyrsta málsgrein 8. grein því svohljóðandi. Bæjarstjórnar Árborgar heldur reglulega fundi bæjarstjórnar 1. og 3. miðvikudag í mánuði klukkan 17. Í núverandi samþykkt er þetta í einu sinni í mánuði og áður en ég gef orðið laust þetta þá langar mig bara á eigin brjóst að segja það aðeins að fundir sveitarstjórn í dag í sveitarfélagi hvort sem það er stór eða lítil er til dæmis mjög veigamikið í dag í alls konar uppbyggingum varðandi skipulagsmál og að það er margt sem að bæjarstjórn það að samþykkja. Þannig að ef að skipulags- og byggingarnefnd er búin að fara yfir einhver skipulags- og byggingarmál og sammála það að leggja fyrir bæjarstjórn, þá getur það hist þannig á að það sé heill mánuður sem líðir þangað til að það fari endalegt samþykki. Þannig að maður svona heyrir það víða að sveitarstjórnir eru að hugsa það að fjölga fundum til þess að bregðast í takt við ýmis skipulags- og byggingarmál og sum sveitarfélög veit ég mér jafnvel að hugsa það að vera ekki með byggðaráð og eða eins og við erum með bæjarráð og bæjarstjórnarfundur eingöngu bæjarstjórn. Það sem allir bæjarfulltrúar að koma þá bara að málum, það er bara fundað oft. En þetta var bara hugleiðingar frá mér en orðið er laust. Þetta er til fyrri umræðu, já, en orðið er laust þetta. Þetta er fyrri umræða. Gunnar Egilsson bæjarfulltrúar Gilest að gjöra svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar tilheyrendur. Já, en það hefur það aldrei verið, ég kem inn undir þessu máli, en það hefur það aldrei verið neitt vandamál ef við þurfum að taka mál fyrir að setja auka bæjarstjórnarfund. Og við höfum gert það. Ef við þurfum að gera þá gerum við það. Ég er aðeins hugsin yfir þessu að við erum með 2 bæjarstjórnarfund í mánuði. Við erum búin að diskutera þetta aðeins en við erum að setja þetta núna á seinni umræðu og það er mjög gott að geta að diskutera þessi mál svona bara heilstætt yfir þetta hvort þetta sé betra vegna þess að stundum þarf ekki að vera með fund ef við erum með þetta komið með þetta næst niður og það eru kannski fá mál þá þarf kannski ekki að vera með fund í mánuðinu. Ég veit ekki hvernig það verður ef við bara frestum fundi. Það er það sem ég er aðeins að hugsa hvort það sé sniður að breyta þessu orðalagi að setja mælust til þess að séu 2 fundir í mánuði og vera með þetta er svona bara aðeins diskutering í kringum þetta. Orðið er laust. Arnheiður Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista að tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og áhorfendur. Já, ég held að þetta sé góð breyting. Við höfum, fundirnir okkar hafa verið, fyrir að fyrsta hafa verið ansi langir síðustu misseri, bæjarstjórnarfundirnir, en það sem er kannski, við erum kannski ekki alltaf góð til að sitja lengi á fundi, við getum alveg gert það, en það sem ég held að sé fyrst og fremst jákvæð breyting, það er þetta með að það hefur liðið of langur tími á milli þar sem hefur verið hægt að taka fyrir mál eins og skipulagsmál, eins og Helgi talaði hérna á undan, að þetta er allt og langur tími sem er að líða á milli funda og það sem er hægt að afgreiða eða full afgreiða ýmis mál og það kemur
kannski harðast niður á skipulagsmálunum. Þannig að ég held að þetta sé góð breyting og verði til þess að gera stjórnsýsluna betri og skilvirkari. Það sem að ég veit ekki hvort að við gætum breytt orðalaginu þannig að það væri að jafnaði 2 sinnum í mánuði. Ég veit ekki hvort að það hefði eitthvað að segja en ég held allavega að þetta sé góð breyting og að sjálfsögðu náttúrulega síðan hægt að fara tilbaka ef þetta reynist síðan ómögulegt fyrirkomulega þá getum við náttúrulega breytt samþykktum aftur. Þetta svo sem ekki það stór og þetta engin svona hallarbylting að gera þessa breytingu þannig að það hægt að breyta tilbaka aftur en ég held að þetta sé jákvætt og þetta sé tilraunina virði að prófa að hafa þetta svona. Takk. Nú orðið laust áfram þessa tillögu en eins og ég tók fram áðan þá þetta fyrri umræða þannig að það líka hægt að hugsa málið og velta þessu fyrir sig fram á næsta bæjarstjórnarfundi. Ari Björn Thoroddsen bæjarfulltrúi D-lista tekur til máls. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, tilnefndir gestir. Já, ég segi fyrir mig, ég fagna þessari tillögu að þetta skulle vera breyting á reglunum að hafa 2 fundi í mánuði. Ég held að það veri skilvirkara. Ég nú allavega á þeirri skoðun að það betra að hafa 2 bæjarstjórnarfundi í mánuði og hafa 2 tíma í einu heldur en 1 4 tíma fund. Það svona lítur að vera miklu eðlilegra fyrir alla sem að þessu koma. Bæði við okkur og starfsmenn. Það lítur að verða skilvirkari og betri vinnubröð. En auðvitað sakna ég þess inn í þessari breytingu og samþykktunum að við skildum ekki taka í burtu aftur þá óheilli sem við settum inn í samþykktina síðast fjölgun bæjarfulltrúa. Það hefði ég talið væri eðlilegt. En mér verður trúlega ekki ósk minni með það. Og en ég held að þetta sé eitt besta mál. Þá tekur til máls Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Og ég tel líka eðlilegt að hjá mínar skoðun í þessu þó að þetta sé nú fyrir umræða. Ég held sé eðlilegt að fundirnir séu 2 og það má eins og forseti nefndi hér áðan færa fyrir því mörg rök. Það náttúrulega það verið að í lifandi samfélagum er allt á flegi ferði í framkvæmdum og annað slíkt og þá eðlilegt að koma bara oftar saman og klára hlutina með ákvörðun og það er svona aðeins í tengslu við þetta leiðir huga minn að því að við höfum nú sæti hér og í samstarfi góðu við félag okkar í Árnessýslu í öðrum sveitarstjórnum og þar eru við einmitt með svona dæmi batteri sem er svolítið að gömlu gerðinni þar sem að eru verið að funda 2 á ári og ákaflega seinvirkt batteri til þess að taka ákvarðanir. Þannig að ég verð að segja það að þetta er held ég tákn nýra tíma að við fundum oftar og tökum þá hraðari og ákvarðanir en auðvitað ígrundaðar en ég held að þetta mætti ná út víða, mætti breiða þetta út sýsluna og fara með þetta líka á okkar samráðsvettvangi í Árnessýslu. Nú orðið laust áfram eða einhverju sem vilja ræða þetta og við vísum við til síðari umræðu. Svo ekki, þá ber ég þetta upp þeir sem geta samþykkt að vísa á þessari breytingu til síðari umræðu, gjörðu svo ekki að merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá liður 16 á dagskránni reglur launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna. Þar fylgja með drög bæjarfulltrúar allir hafa fundað 2 það mál að fara yfir kjör, starfsaðstöðu, lífeyrissjóðsgreiðslur, veikindarétt og ýmislegt annað og horft á það svona hvernig það hjá öðrum sveitarfélögum, skyldur
bæjarfulltrúa og annað og út í hefur komið plagg sem að menn hafa samvænst að sé svona leiðbeiningar eða sett á blað fast á skorðu hvernig þessu ber að hátta og það er það sem hér er til umræður. Einhver sem vilja taka til máls þetta og ekki þeir sem geta samþykkt þetta gjörðsagjafamerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá eru konið dagskrárlið númer 17, það er erindisbréf starfsfólks vatnsöflun frá Kaldárhöfða. Það er lagt til við bæjarstjórn að erindisbréf starfsfólks vatnsöflun frá Kaldárhöfða verði samþykkt. Orðið er laust þetta. Engi kveðsir á, þeir sem geta samþykkt þetta erindisbréf gjörðsagjafamerki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er komið 18. lið sem er kosningi embætta og nefndi 2020 og 2022 fyrirgefið. Það er fyrst breytingu kosningu á formanns umhverfisnefndar og lagt er til að formaður umhverfisverndar verði Guðmunda Ólafsdóttir. Síðan er hinn breytingi sem við tókum inn á afbrigðum undir þessum lið er að það sem lagt er til breytingu á yfirkjörstjórn að Steinunn Erla Kolbeinsdóttir verði aðalmaður í stað Boga Karlssonar yfirkjörstjórn og að Jón Páll Hilmansson verði varamaður í stað Steinunnar Erlu. Ég mun orðið að laustu þessa tillögu tvær. Ég mun síðan bera þær upp í sikkoru lagi. Engi hverju sem ljós á ber... Já. Það ber að kjósa formann í bæjarstjórn. Þá ber ég upp fyrir tillöguna það er að formaður í umhverfisnefnd verði Guðmunda Ólafsdóttir, þeir sem geta samþykkt að gjörðsagjafamerki, samþykkt samhljóða og hinn tillagan er að Steinunn Erla Kolbeinsdóttir verði aðalmaður í yfirkjörstjórn í stað Boga Karlssonar og að Jón Páll Hilmansson verði varamaður í stað Steinunnar sem var varamaður. Þeir sem geta samþykkt að gjörðsagjafamerki, það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að kynningu á fundagerðum og það er 19. liður, það er fundagerð umhverfisnefndar, 20. fundur haldinn 2. febrúar síðastliðinn. Einhver sem vill ræða þá fundagerð? Svo er ekki. Þá er að liður 20, það er til kynningar fundagerð skipulags- og byggingarnefndar, 87. fundur haldinn 9. febrúar síðastliðinn. Engin sem kveður sér hljóðs við undir þeim lið. Þá er að liður 21, það er fundagerð fræðslunefndar, 41. fundur haldinn 9. febrúar síðastliðinn. Engin sem kveður sér hljóðs undir þeirri kynningu. Þá er að liður 22, það er fundagerð eign- og veitunefndar, 58. fundur haldinn 9. febrúar síðastliðinn. Það er engin sem kveður sér hljóðs undir þeim lið. Þá er það lið 23, það er fundagerð frístundar menningarnefndar, 31. fundur haldinn 14. febrúar síðastliðinn. Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi Dýrlista tekur til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég kem undir lið eða fundagerð íþrótta- og menningarnefndar. Það er bara fyrsta lagi sem langar að nota þetta tækifæri að óska Evu Maríu og Agli Blöndal til hamingju með að vera kjörin íþróttakarl og íþróttakona Árborgar 2021. Því miður þá var svona, við erum svona losna úr viðjum COVID, þannig að við gátum ekki haft, nefndin gátt ekki haft jafn glæsilega hátíð eins og við kannski hefðum kosið, en það verður vonandi komið á næsta ári, við verðum lausi við þennan draug sem COVID er, en við hefum þarna gríðarlega margt og efnilegt og gott íþróttafólk sem að vert er að gefa gaum og við erum stolt og ánað með. Við vorum að ræða hér íþróttamálin áðan og það sem er umgjörðin utan þetta íþróttafólk allt saman. Þeim er auðvitað fjárhagur þessara íþróttadeilda og annað slíkt og það er
mikilvægt fyrir okkur að þetta starf gangi vel. Nú eins var þarna á sama fundi verið að ræða þær hátíðir sem að framundan eru. Það er sama þar. Síðustu 2 árin hafa verið þetta nánast lömuð í öllu hátíðahaldi hjá okkur og við í nefndinni gerum okkur nokkuð góða voni með að nú geti þær farið svona vel flestar fram án mikilla takmarkana. Því miður hefur þetta verið ósköp eitthvað rýrt af þessum sömu ástæðum sem ég á undan nefndi. Við fórum nefndin sveitarfélagið og funduðum með væntanlegum hátíðarhöldurum bæði á Eyrarbakka, Stokkseyri og hér á Selfossi og það var margt áhugavert sem þar kom fram en vonandi náum við að sletta eins úr klaufunum á þessu ári og ná okkur aftur á fyrra strikk. Einhverju fleiri sem vilja ræða þessa fundargerð? Mér langar undir þessum lið að leggja til að bæjarstjórn bóki hamingjuóskir til Egils Blöndals, júdómanns og Evu Maríu Baldursdóttur, frásettakonu með titilinn Íþróttakall og Íþróttakona Árborgar. Það er bæjarfylgdur að samþykkt það. Og allra alls íþróttafólk sem vekk viðurkenninga fyrir frábæran árangur. Við bæjarritara að setja þetta inn sem bókun og kveðjur frá bæjarstjórn. Þá er það liður 24, það er fundargerð bæjarráðs, 139. fundur haldinn 17. febrúar síðastliðinn. Engin hljós þar. Þá er það liður 25, það er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar, það er fundur númer 88, haldinn 23. febrúar síðastliðinn. Einhver þessu hljós. Þá er það dagskrárliður númer 26, það er fundargerð eign- og veitunefndar, 59. fundur haldinn 23. febrúar síðastliðinn. Tómas Ellert Tómasson, bæjarfulltrúi M-lista, tekur til máls. Forseti, það voru ýmsar smáar og stóra fréttir af þessum fundi. Stærsta fréttin er svo að eign- og veitunefnd samþykkti að setja Stekkjaskóla annan áfanga í útboð. Þannig að það er stefnt að því að annar áfangi fari í útboð núna á vormánuðum. Þannig að það verður hægt að halda áfram með bygginguna í kjölfarið á því að þessum fyrsta áfanga ljúki. Þarna var líka tekið fyrir mál eins og verið að fara yfir skýrslur Eflu varðandi Stokkseyraskóla og skólan á Eyrarbakka. Eins og við vitum að þá þurfum við að rýma skólan á Eyrarbakka og hluta og gamla skólan á Stokkseyri vegna miklu vandamála. Vinna við lausn á þessu verkefni er náttúrulega í vinslu, fullri vinslu. Þetta er forgangsverkefni hjá starfsmönnum sveitarfélagsins að vinna að skiljanlega. Við verðum að koma þessu skólastarfið þarna í gagni sem fyrst þá í viðunandi aðstæður. Svo voru þarna mál sem var frestað til annars fundar og ég mun bara fara yfir þau þegar kemur að því. Við erum til kynningar fundargerð eign- og veitunefndar. Þeir sem vilja ræða það. Ari Björn Thorarinsson, bæjarfulltrúi D-lista, tekur til máls. Já, forseti, góð bæjarfulltrúar, tilnefndir og gestir. Það eru þessi liður númer 7 held ég að verið. Miklu vandamál á Eyrarbakka. Nú voru að vera 2 mánuðir síðan að þetta kom upp.
og það er búið að fá einhverjar úttektir og hvað þetta verður. Það er þarna minnisblað frá yfirmanni yfirmanni viðhalds að það kosti 250 milljónir að gera við þetta. En tíminn er naumur og það þarf að auðvitað ná í klárinn og bara gera eitthvað. Annað en að gera það sem að bæjarfulltrúi Sigurjón Vídalín lýsti víst yfir á fundi í gærkvöldi að flytja bara skólastofur, lausar skólastofur og Stokkseyri og hefði alla kennslu þar og alltaf svo að fara að kenna á Eyrarbakka 5 ár. Það er búin að gera eitthvað þá. Ég finnst nú hefði verið eðlilegra að við hefðum bara ráðist í þetta verkefni að laga þetta skólahúsnæði sem það þarna er fyrir og hefja kennslu þar í haust af því það hefði verið leikur einn ef það hefði bara farið strax á stað af því að allt er hægt að laga auðvitað kostar það peninga en það verður stundum að vera að vilja samfélagsins hvað fólk vil gera og maður heyrir það mjög glöggt að það er vilji samfélagsins að það verði skóli á báðum stöðum en auðvitað eru misjafnar skoðanir það er alveg heyrt hitt líka, það sé betra að hafa þetta allt á einu stað og auðvitað kostar það eflust minna að hafa allt á einu stað en það er ekki vilji samfélagsins eða stórs hluta samfélagsins, kannski ekki að fullir það fyrir alla en stórs hluta og ég hefði talið það hefði verið bara besta mál að keyra bara strax á þessar framkvæmdir og laga þetta sem að laga þarf og ekki fara að eyða stórum fjárhæðum í því að flytja lausar kennslustofur á milli, byggja eitthvað á milli og það er bara sóun á peningum. Það ætlast til þess en ef það hefði verið farið strax í málið og unnið á þessum raka og miklu málum að þá væri það örugglega langt komið í haust þegar að skólastarf ætti að byrja eða það hefði byrjast. Við erum að kynna hérna fundargerð eign- og veitunefndar. Fleiri sem vilja, Gunnar Egilsson bæjarfulltrúi til að tekur til máls. Forseti bæjarfulltrúa tilheyrendur, já, tek undir hvert orð sem aðri segir í þessu máli. Ég er á þeirri skoðun að það átt að fara þarna inn að laga þetta og athuga það að það er ekki hægt að rífa þetta hús vegna þess að það er riðað stór hlut af því og ég er á því ennþá. Það er alveg hægt að fara að byrja á því að fara í það að laga það. Það er mín skoðun. Það er bara framkvæmt að byrja á því. En lausnin er víst að fara að halda fundi með skólasamfélaginu og komast að þeirri niðurstöðu að það vilja allir hafa skóla sitt úr stað. Það er nú bara þannig. Það heyrist á þeir vilja hafa skóla á báðum. Og ég er alveg sammála því. Ég ætla ekki að fara taka einhverja rispu á því hvernig það er, en ég tel það að það þurfi að fara það inn og byrja að laga. Það eru komnir 2 mánuðir. Bara telur. Tíminn telur. Ef þú ferði í þetta sem fyrst, græði þetta, koma þessi í lag og ekki var nú falleg greinin sem kom frá fréttamanni hér. Ekki eins og kvefu rotta vilja fara inn í skólan. Ja, þetta er nú bara svo almesti dónaskapur sem ég hef heyrt og hann á bátt fyrir að skrifa þetta. Við vitum það er hægt að laga hlut og það hefur verið gert á mörgum stöðum. Ég ætla ekki að fara onni þetta meira.
Ég get alveg farið hérna miklu dýpar hún í þetta en ég ætla ekki að gera það. Ég er bara ekki, hef ekki heilsu í það að fara nú að æsa mig upp. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi Álista, tekur til máls. Herra forseti, bæjarfulltrúar, bæjarritari, bæjarstjóri, aðrir áhorfendur og áheyrendur. Já, við erum að tala þetta miklumál í skólahúsnæðinu á Eyrarbakka. Þetta er ótrúlegasta mál og kannski það sem manni finnst leiðilegast í þessu er hvernig umræðan er orðin varðandi þetta. Hún er því miður oft á tíðum orðin langt frá því að vera málefnaleg og ekki til þess fallin að það sé hægt að skapa sátt eða fara að vinna að þessu verkefni á einhvern skynsamlegan hátt. Nú, þetta eru tvö verkefni í raun og veru. Annars vegar að koma upp bráðabirgðahúsnæði svo að sé hægt að hefja kennslu í haust eftir 5 mánuði. Það er nú bara 5 mánuði þangað til að skóli verður settur í haust. Þannig að þessi 4 bekkir sem hafa verið á Eyrarbakka, þeir verði örugglega komnir það verður örugglega búið að koma upp húsnæði til þess að kenna þeim. Og svo hins vegar er þetta langtíma markmið hvernig á að byggja upp til framtíðar skólahúsnæði á Eyrarbakka og Stókseyri. Og það virðist vera eitthvað misskilningur í gangi, þó svo ég hafi lagt það til eða sett það inn í umræðuna að kannski væri sniðugt að byggja eitt skóla fyrir bæði þorpin á milli þeirra, þá er það ekki þar með sagt að það sé eina hugmyndin sem að mér finnist að eigi rétt á sér eða eigi að fara eftir. Til þess erum við til dæmis búin að kalla til ráðgjafa til þess að reyna að ná fram skoðunum fólks á því hvernig það vil sjá þetta til framtíðar og þessar tillögur sem væntanlega koma út úr þeirri vinnu, þær verði síðan bornar undir íbúana og þeir kjósum þær, hvernig þeir sjá það fyrir sér inn í langa framtíð að tilhugun verði á skólahúsnæði á Eyrarbakka og Stókseyri eða á milli eða eitthvað annað, við bara vitum það ekki. En verkefni núna er þetta bráðabirgðahúsnæði vegna þess að það er alveg sama hvað hver segir það að það sé hægt að gera við húsnæðið á Eyrarbakka, þá er það ekki þannig. Vegna þess að það borgar sig ekki. Og þó svo að væri gert við það, að þá erum við strax komið 2 vandamál. 1, við getum ekki verið viss það að það verði í lagi til framtíðar. 2, það er ekki nógu stórt. Í skólahúsinu á Eyrarbakka eru engin nemendur. Það eru bara kennarar og starfsfólk. Krakkarnir allir úti í útistofum, 5 útistofum. Þar að vera 3 ónýtar. Það er málið. Og þeir sem hafa lesið skýrslu Eflu og voru á kynningunni á Eyrarbakka fyrir rúmri viku síðan, þeim ætti það að vera alveg fullkomlega ljóst að staðan er þannig. Og ég ætla bara að minna fólk á það að Reykjavíkurborg hefur reynt þetta í mörg ár að bjarga Fossvogsskóla undan raka og myglu. Það er ekki ennþá tekist. Nokkur 100 milljónum seinna. Það er ekki ábyrg meðferð fjármuna. Hvað það varðar, þetta sem var sagt, sem ég bar upp á fundunum í gær, varðandi það að sú leið væri núna til skoðunar að færa þessar 2 skólastofur, Austur og Stókseyri, ásamt einhverjum 2 viðbót og tengja það við núverandi skólahúsnæði og þá verði skólastarf þar til bráðabirgða. Það er heldur ekki eina tillagan, en það er svo tillaga sem Vestur búið að vinna í. Það er ekki þar með sagt að það sé tillagan. Og það kom alveg greinilega í ljós að það er fullt af fólki sem finnst að það eigi frekar að reisa þetta bráðabirgðahúsnæði á Eyrarbakka
til næstu 3-5 ára. Ég veit ekki hvað það kemur til með að taka langan tíma. Hinn vinnan, langtímavinnan. En aðalatrið það að krakkarnir verða að komast inn fyrir haustið, hvort sem það verður á Eyrarbakka og Stokkseyri. Persónulega finnst mér að skiptir það mig engu máli. Eða skiptir einhvern meira máli að þetta verði að vera á Eyrarbakka, og þá verðum við kannski bara að vinna með það. En við erum ekki að fara að gera við þetta húsnæði. Það alveg á hreinu. Takk fyrir. Við erum með hér til kynningar, fundagerð eign- og eignarnefndar, 59. fundur. Gunnar Egilsson, bæjarfulltrúi D-lista tekur til máls. Forseti bæjarfulltrúa tilraun. Góðan daginn. Hérna farið í sjónvarp og haldið hér viðtal það að vera með skólanum milli þorpanna. Ég var bara að hugsa þetta. Ég er bara að hugsa hitt og þetta, segir hún minn. Þú segir þetta. Fólk tekur þetta. Ég tók þetta þannig að þú vildi byggja skóla á milli þorpanna. Ég gæti ekki skilja þetta öðruvís í þessu viðtali. Nei, málið það, þegar menn fara hér í hérna viðtöl og segja svona, þá er það sem þeirra skoðun er. Hún var sú skoðun hjá þér með þetta mál. Þetta maður bara getur ekki að næða hlegið. Við skulum fara aðeins yfir þetta eins og með þetta skólahúsnæði á Eyrarbakka. Og þá hérna, þetta setur maður nú bara úr gírnum. En þá það bara þannig að ég held, við höfum nú tekið hús eins og til dæmis, hafa tekið húsið á Eyrarbakka fyrir fyrir byggðasafnið. Og ég sagði það nú alveg hreint beinum orðum þar að þegar maður kom inn í það hús að þetta væri nú bara ónýtt. Það var tekið í gegn. Það var lagað. Óaðfinnalega. Það kostaði ekkert mjög mikið. Ég alveg á því ennþá. Ég hef talað við smiði sem hafa verið í svona að fara inn í hús og laga hús. Þetta eru þetta eignir sem við eigum að. Við þurfum ekki að rífa þær. Hvað ætlum við að gera við þær? Það málið. Þetta talsvert miklar eignir sem við eigum að það, sem liggja þarna. Við erum með allt til staðar í kringum þetta. Við erum með hérna útisvæði, við erum með sleppisvæði. Akkur förum við ekki að laga það? Ég á þeirri skoðun. Og við erum að fá Ari Björn Þórarinsson, bæjarfulltrúi D-lista tekur til máls. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, tilheyrendur og gestir. Já, Sigurjón vill ekki eyða peningum í að laga þetta því að þetta svo mikið ónýtt. En það væri gaman að allavega verktakarnir á svæðinu, þeir eru mjög á því að það sé ekki stóra málið að gera við þetta. En auðvitað ég ekki sérfræðingur í þessu. En það eins og Gunnar segir, það margt þarna fyrir og það getur ekki verið að þetta sé svo brjálæðislega ónýtt að það sé í verðgildi nýs hús að rífa þetta, og þetta kannski má ekki rífa það allt saman, að það sé ekki kostnaður fyrir að rífa þetta, að það sé að kosti það mikið að gera við það, að ég næði þess ekki. Maður verður bara að taka ákveðna sénsa í lífinu og þetta einn af þeim sem ég myndi taka klárlega, setja bara einhverja í það að gera við þetta. En það kannski draumur Sigurjóns Vídalín
Svona var skóli 1925. 25 var hann svona. Og byggt við hann, tvisvar, eftir það, og svo þessi útistofur. Það er kannski draumur Sigurjóns að verði svona 2025. Og ekkert á Eyrarbakka, engin skóli. Sigurjón Vítalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi Álfsness tekur til máls. Herra Hósti, já, þetta er áhugavert. Ég er ekki búinn að dæma skólan á Eyrarbakka ónýtan. Það var gert í skýrslu Eflu. Fyrir þá sem ekki hafa kynnt sér hana, þá er hún á nokkrum stöðum á vef sveitarfélagsins og hún var kynnt á íbúafundi á þriðjudaginn í síðustu viku á Eyrarbakka. Það er engin sérstakur draumur minn að skólahúsnið á Eyrarbakka verði rifið. Það sem að þetta er skólinn minn og mér þykir vænt hennar skóla og ég sé eftir honum. En ég ætla ekki að berja hausnum í steinum við það að bjóða börnum framtíðarinnar upp á ónýtt skólahúsnæði. Það er það sem þetta snýst um. Hvernig skólahúsnæðið verður fyrir börnin inn í framtíðina. Takk. Næst tekur til máls Arney Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista. Forseti, já, það er umræðan skólahúsnæði barnaskólans og Eyrarbakka Stokkseyri. Mér finnst kannski, það er tekist hérna á hvort það sé þess virði að laga húsnæðið og það er verið að bera þetta saman við byggðasafnið. Mér finnst það reyndar ekki góður samanburður af því að byggðasafnið er ekki skólahúsnæði, það er iðnaðarhúsnæði, þar eru risastór hluti þess geymsla undir gamla muni, það eru ekki sömu kröfur gerðar til slíkra starfsemi eins og til skólahúsnæðis, bara við skulum hafa það alveg á hreinu og þar inni eru max 4 starfsmenn í einu, fullorðið fólk, þannig að við erum að tala um allt aðra hluti. Og svo finnst mér heldur ekki koma nægilega vel fram að eitt er að gera við þetta húsnæði og hvað svo? Ég held að alveg sama hver niðurstaðan verður að því, hvaða ákvörðun verður tekin í samtali við samfélagið á Eyrarbakka Stokkseyri, hvort sem það er að byggja nýjan skóla milli þorpanna eða hvort það verður að byggja upp á Eyrarbakka og hafa skólan tvískiptan áfram eins og hann er í dag. Hver sem niðurstaðan því verður, að þá er bara lítill hluti unnin með því að gera við húsnæði, núverandi húsnæði, því að svo Sigurjón kom inn á hérna áðan, að það er ekki verið að nýta núverandi húsnæði að neinu leyti fyrir kennslu barna. Það er ennþá þessi vandi með að við erum með 5 útistofur við skólan og það er að 3 ónýtar. Þannig að þrótt fyrir að ef að það myndi takast að gera við húsnæðið sem er vond reynsla af í öðrum sveitarfélögum þegar kemur að miklu, því miður, þá hafa margir eitt í það fleiri 100 milljónum og ekki tekist vel, að þá finnst mér því ekki svarað ef við gerum við húsnæði, núverandi húsnæði, eigum við þá að halda áfram að nota þessar ónýtu útistofur. Er það vilji fólks? Ég er hrædd að það sé ekki það sem að íbúar á Eyrarbakka Stokkseyri er að kalla eftir. Takk. Nú, við fyrir nú að stytta þessa umræðum og þessa kynningu á fundargerðinni. Gunnar Egilsson, bæjarfulltrúi D-lista tekur til máls, þriðja sinn. Já, bæjarfulltrúi tilhörundum það. Já. Það hefur aldrei verið í okkar málflutningi eða mínum málflutningi þetta mál að við séum að setja krakkan inn í ónýtt húsnæði. Við erum að tala um að laga húsnæði. Bæði
það er útistofur sem þarf að laga eða setja nýjar í staðin eða hvernig sem það er og laga húsnæðina. Við skulum átt ykkur einu, Arna, að það er þannig að það var lagað byggðasafnið, það eru starfsmenn að vinna þarna. Og þú græjar húsnæði og ert ekki með miklu inn í því. Þú opnar það til þess að færa starfsmenn inni. Það er alveg jafn erfitt fyrir starfsmenn að vera þarna eins og krakka og aðra starfsmenn skóla. Þetta er ekki rétt það sem við verðum að tala að þetta sé ekki hægt að laga þetta sé bara skólahúsnæði og þetta er iðnahúsnæði, hluta til það iðnahúsnæði. Í þessu Alpan. Svo var það lagað það sem skrifstofastan sem fólk inni. Það er í góðu lagi. Við myndum aldrei fara að opna hér og græja húsnæði og opna þessu fyrir fólk og hafa miklu inni því. Nei, það er ekki svoleiðis. En ég er á því, við vitum alveg það, þegar kemur svona skýrslu frá verkfræðistofum, það er allt öðruvísi heldur það sem kemur frá ef við færum í þetta bara að laga þetta, hreinlega. Það er alltaf lausnin að ýta þessu á aðra til þess að taka ákvörðuna, þá þarf ekki að taka ákvörðuna sjálfur. Svolítið sér það, takk. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs. Þá förum við í dagskrárlið nr. 27. Það er til kynningar fundargerð bæjarráðs, 140. fundur haldinn 3. mars síðastliðinn. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er dagskrárlið nr. 28. Það er fundargerð eign- og veitunefndar til kynningar, 60. fundur haldinn 2. mars síðastliðinn. Tómas Elvar Tómasson, bæjarfulltrúi M-lista, tekur til máls. Forseti, á þessu fundi voru tekin fyrir 3 mál. Fyrir að fyrsta þá var þarna að vera að fara yfir samning vegna frumhönnunar á hreinsustöðinni sem nú farin í gang. Og svo samþykkt að fara þannig gatnagerð við Sunnuveg. Svo var eitt mál á dagskrá sem var að vera að fara yfir og óskum eftir að fá að vita hvernig staðan og orkuöflun væri í sveitarfélaginu og og hann kom með minnisblað sem hann kynnti hvernig staða orkuöflunar punktstaðan í dag. En þá það þannig að svo bara kemur fram í bókun nefndarinnar að þegar íbúafjölgun hefur verið 500 íbúar á ári, þá hafa Selfosssveitir fram að því ná að þjónusta. En samkvæmt ýtrustu áætlunum verktaka þá eins og staðan í dag að það sé fjölgunni 1500 íbúar á ári ef þessar ýtrustu áætlunir verktakana standast að þá ráða Selfosssveitir ekki við það eins og staðan í dag. Og svo íbúafjölgun bara of skörp. Og þess vegna óábært að kasta því fram að hér á að fara að byggja á Íslandi einhverja 20.000 íbúðir á einu ári eða 2 árum. Það tekur sinn tíma að byggja upp. Innviðir þurfa að fylgja með, skólar og leikskólar, þannig að verkefni núna framundarrauninni hjá næstu bæjarstjórn að ná utanum þessa eðlilegu fjölgun sem hefur verið og klára skólabyggingarnar og gera klárt síðan fyrir næsta fasa. En það svo sem hægt að gera ýmislegt samt sem áður til að annað þessari uppbyggingu og við vorum með á dagskrá að á næsta ári ætti að byggja miðlunargeimi til dæmis fyrir Selfosssveitur því að afkastageta veitnanna verður að vera þannig að hún geti afkastað okkar verstu dögum
Miðlunargeymirinn sem er nú til staðar, hann nú ekki nema 2400 rúmmetrar, hann endist alltaf í 12 klukkustundir á verstu dögum og er alltaf lítill, þannig að það er lagt til að flýta byggingu á nýju miðlunargeymi á Selfosveitum 1 ár, þannig að samanlagt verði miðlunargeymarnir þá 7200 rúmmetrar sem að þýðir það að það er hægt að svona, hvað maður segja, að það bætast við í rauninni einhver 5 megavatt á orku. Maður getur orðað þannig með því að stækka miðlunargeymana. Miðlunargeymar er bara eins og þegar Landsvirkjun er að safna í lónin sín fyrir yfir vetrartímann. Eða yfir sumartíma segi ég. Ég er að vera að safna í lónin. Þannig að það hafi forða til að framleiða rafmagn. Þetta er óskum svipuð hugsun. Nú, við höfum verið að snjallmælavæða snjallmælavæða Selfosveiturnar, þannig að notendur eru að fá sér snjallmæla og við ætlum að ljúka þeirri vinnu árið 2024 og sennilega getum við ekki náð að flýta þeirri vinnu einfallega vegna skorts á iðnaðarmönnum eða pípulagningamönnum. En þessu á að ljúka 2024 og snjallmælavæðingin kannski gerir það að verkum að notendur verða meira meðvitaðir raunnotkun sína. Áður voru við að fá áætlanir með gömlu rellumælunum, áætlanir yfir árið og vorum að borga svona jafnt yfir árið mánaðarlega. En núna fær fólk reikningana inn bréfalúguna bara, eða það er að segja, það er þetta rauntíma mæling. Þannig að það sér að þegar það er að nota mikið á heitu vatni kannski yfir vetrartíma. Svo það náttúrulega auka við leikaleit líka í hitaveitukerfinu og við erum að fara af stað með svona tilraunaverkefni núna sem að við notum dróna með hitamyndavél sem mun svífa yfir hverfi fyrir utan á Selfossi og sjá hvað kemur út úr því og ef það er niðurstöðurnar þar eða bara svo leit bara komið vel út, þá munum við láta þessa dróna bara svífa yfir allt sveitafélagið og til að finna leka í hitaveitukerfinu því að við vitum að þá eru lagnirnar í mörgum eldri hverfum orðnar frekar lúnar, það er náttúrulega komnar á tíma. Og þá þurfum við náttúrulega að leggja meiri kraft í endurnýjun á eldri lögnum og svo má ekki gleyma því að það eru 40-50 ár síðan að hitaveituvæðingin hófst eiginlega svona af krafti í ýmsum sveitarfélögum landsins, þannig að það er það sama að gerast í mörgum öðrum sveitarfélögum og er að gerast hér að þessar lagnir eru bara komnar á tíma, þannig að það er að skipta stofnaðar og dreifilagnir. Það er eitthvað sem að til dæmis Orkusjóður ætti að fara að huga svolítið að fyrir sveitarfélögin, að fara að styðja þau og styrkja í því að endurnýja stofnkerfi hitaveitu landið allt og það er eitthvað sem við ættum að láta vita og láta heyrast af og ég vonast þess að það Samorka sjáum að koma þeim skilabúðum á framfæri við Orkusjóð og yfirvöld, stjórnvöld. Og svo til lengri tíma litið að þá er náttúrulega bara það sem við höfum verið að gera, það er að endurnýja lagnir í eldri hverfum, þetta er bara það sem við höfum verið gert undanfarin ár og tryggja síðan jarðhitaréttindi í nærumhverfi og það er erfitt að fá þessi auka jarðhitaréttindi hér og þar, einmitt sérstaklega vont þegar að koma upp einhverja erfðadeilur eða slíkt mál. eins og hefur gerst í einu máli sem við vorum með á borðinu. Og svo náttúrulega leggja meira fé í rannsóknir og skoða frekari möguleika á orkuöflunarsvæðum. Við erum búin að bora tilraun og hólfi í Stóra Ármóti sem að gefur svona góð fyrirheit
hérna að það sé fínasta orkuöflunarsvæði, en það þarf að búra þar einhverjar, það er 3 tilraunahólur í viðbót til að meta svæðið og hvar þá ætti að setja niður vinnsluhólu. Og svo er eitt í hérna sem var líka er hægt að gera, og það getur við gert til dæmis með Árbakkalandið, og það sem er gert bara víða, er gert í Reykjavík og það er gert á Seltjarnarnesi og fleiri stöðum. Það er að safna bakgrunnsvatninu sem kemur til upphitunar á húsum og dæla og fara í niðurdælingu í varmageymana eins og í Þorleifskoti. Þetta er bara hérna hinum yfir götuna. Að endurnýta þetta vatn og setja það þar niður í staðinn fyrir að henda því út í á, fyrir 30 gráða heitu vatni. Og það sem að það gerir líka og hefur gert fyrir svona lághita svæði er að þá hefur aukist vinnslugetan á svæðunum og kemur upp meiri þrýstingur líka. Og það eykst vinnslugetan. Þetta er bara sjálfsagt mál að gera og það er upp á sjálfbærni þessara lághita svæða að þannig að það endist lengur. Því að það er nú þannig að þetta er nú bara spurning hvað bergið er heitt, því að það heitar upp vatnið. Svo finna æðarnar þar sem vatnið er. Og svo er náttúrulega aðrar mögulega aðgerðir sem hægt að grípa til líka. Þetta er allt í skoðunar, ég er bara að nefna þetta hérna, þetta er allt aðgerðir sem eru til skoðunar. Og það er að setja upp varmadælustöðvar, það var skoðað hérna niðri í Björkustykki í sambandi við það, hvort það ætti að setja það upp, en svo getur verið að það sé kannski ekki nógu hagkvæmt í dag því að það virðist vera orkuverð síðan hækkandi og slíkt, þannig að þetta sé ekki fýsilegur kostur, en þetta er mögulega allt sem er verið að skoða. Og þannig að við lögum til stjórn Selfoss við Selfossveitur myndi endurskoða, það er að segja fjárfestingaráætlun fyrir árið 2022-2025 eða markmiðið að auka við orkuöflun. Og að veiturstjóri myndi leggja þessar endurskoðaáætlanir fyrir stjórn Selfoss næsta reglulega fund í stjórn, í apríl næstkomandi, sem er þá eftir 2-3 vikur. Þannig að þá leggur það á borðið og væntanlega verður það að þá munum koma tillaga um það að flýta byggingu á miðlunartankinn. Það er fljótlegasta leiðin í orkuöflunum svo dag. Næstu Már Gunnar Egilsson, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti, bæjarfulltrúi og tilheyrendur. Já, góð skýrsla sem kemur með hérna Tómas Ellert. Margt athugavert í henni líka. Sem maður skoðar og sér og getur gert haft gagnrýni á hana á þá hluti. Fyrir nokkrum árum þá benti ég á innviðina. Nú er það bara komið í ljós. Innviðirnir okkar fylgja ekki þessari fólksfjölgun. Formaður eigna- og veitunefndar hefur farið hér mikil í pontu fjölgun íbúa. Að þetta yrði nú bara 15-20.000 manns eftir smá tíma og allt eftir því. Núna er þetta í þessu skýrslu, það sem kemur fram að það, og það verður þessu skýrslu inn á þessu, að það þarf að fara að stoppa af fólksfjölgun hérna tímabundið. 1000 íbúa þarf að fara niður í 500 íbúa fjölgun, við önnum því. Ég hafði grun þetta. Það kæmi að skuldatöfunum. Það er komið að þeim. Í þessari orkuöflun. Lottóvinningurinn okkar eins og kemur hérna fram. OS5, 8 sekúndulítrar. 8 sekúndulítrar. Það er ekki neitt. Mjög lítið. Ég get alveg farið yfir þetta.
bara alveg, ég ætla bara ekki að eyða tímunum ómikið í þetta, en þetta er auðvitað graf alvarlegt mál. Innviða uppbyggingin okkar, hún fylgir ekki fjölgun íbúa. Hvort það er í orkuöflun eða skólamálum með öðru. Og ég benti á þetta þegar var farið hérna í eitt stykki knatthús, þá sagði ég að þetta var svartu dagur í sögu sveitafélagsins. Ég er ekki á móti knatthúsins og allir halda í sig á móti. Ég er ekki á móti. En þetta var akkurat vendipunkturinn á það að við verðum hér vilja ekki sjálfbær. Vegna þess að innviðir þurfa fjármagn og það þarf að vinna það á allan tíman. Ég veit að ég var formaður framkvæmda og veitustjórnar í 6 ár og ég vissi nákvæmlega hvað ég lagði mikla vinnu í það að reyna að halda það eins og orkuöfluninni inni sem við gerðum. Við erum að græða því hvað við vorum framsýn þá, en það má bara ekki stoppa. Nýtt orkuöflunarsvæði og þarf að fara í nýtt orkuöflunarsvæði á öðru stað tekur 3 til 4 ár. Þetta er bara þannig. Fólk verður að átta sig á því. Þetta er tími sem fer í það. Og við skoðum þetta, alla þessa kosti og við vissum þetta að tækja hennar tíma. Það mátti aldrei stoppa í þessu. Það var borað 2 holur núna á þessi kjörtímabili. Önnur holan var á okkar forsvarum vegna þess að við fengum ekki borun og tók heilt ár að fá borin. Það var byrjað að bora 2018, hún var kláruð 2019, hún var virkjuð árið seinna eða haustið. Það tekur allt tíma. Það tekur, ef þú borar holu, hittir í vatnið, þá tekur þið svona 8 til 10 mánuði ef það gengur allt vel að virkja þá holu. Þetta er það. Og núna í dag er það aðföng og aðri hlutir erlendis frá er mjög erfitt að fá. Það er bara stóra málið. Og við þurfum að horfa á þetta. Það þarf að vera miklu aggressífari vinna í kringum þetta út af því að við erum að fjölga, þá útefndi það. Núna í vetur veit ég það, ég fylgist mjög vel með. Ég veit að það var trekk dælt á 100% afköstum út úr veitukerfinu. Ef við bætum meira við, þá hlýtur ykkur starf þurfa að skera niður. Eða minnka krafti eða blanda meira og fá kaldara vatn saman. Þetta er bara þannig. Það er verið að keyra á þessu og við skulum skoða það. Það hefur ekki, þó hefur verið dálítið snjór og annað, þá hefur við ekki fengið ykkur frosthörkur. Leið að koma frosthörkur og vindur, þá er kælingin svo mikil, þá þarf það að keyra mjög mikið vatn. Það er bara svolítið. Það hefur ekki verið. Þó hefur verið vindur, það hefur ekki verið mjög mikið frost með þessu. Ég ætla ekki að eyða lengi að fundi lengur en þetta, en þetta er bara, ég horfa á þetta, las þetta, gott að fá þessu skýrslu, þess að lesa hana og stúdera hana og ég held að þetta sé vandamáli sem við erum að klífa því. Tómas Elur Tómasson, bæjarfulltrúi M-lista, tekur til máls. Forseti, já, þetta var fróðlegt. Við veitum svo vel til líka að ég fylgist mjög vel með. Það sem að hefur verið í langa tíma, það er ekki að koma bara upp núna, er það að þessi miðlunageymir sem að er hérna við, á Austurvegi 67,
67, hann hefur verið alltaf lítill. Alltaf lítill. Í langa tíð. Svona var löngu orðið tímabært að fara í byggingu á þessum miðlunargeimi. Við heldum að við getum frestaði 1 ár en við munum ekki gera það, þannig að við myndum taka fyrir núna á þessu ári að setja hann í gang. Og með þeim aðgerðum sem ég lýsti áðan, þá mjög auðveldlega hægt að taka við 20% íbúðafjölgun. 20% íbúðafjölgun. Það bufferinn. Ég meina, við vitum það, og þú veist það sjálfur, sem formaður framkvæmda og veitunefndar, að við höfum í langa tíð, það var stöðuð hérna orkuleit og orkuöflun í einhver árafjöld, svo hérna upp úr 2010, einmitt að þú varst formaður, það sem bæjarfulltrúinn var formaður, að þá var farið af hérna kraft í það að fara í orkuöflun og finna vatn og finna orkuöflun á svæði og þeirri vinnu hefur verið haldið áfram á fullum krafti. Það hefur ekkert verið slakað á í því. Það er ekki neitt. Ég man ekki til þess að bufferinn hafi náði að vera einhver 20% íbúðafjölgun á þessu tíma. Það voru alltaf að vera að reyna að ná í skottið á sjálfum sér. Þá var líka komið að skulda dögum. Það er bara einhvern veginn í þannig, hvaða orkuöflun sem er, hvað sem er heitt vatn eða rafmagn eða eitthvað, Íslendingar eru bara almennt séð bara komnir að skulda dögum í því og þurfa að fara í meiri orkuöflun. Virkja meira, hvað sem er heitt eða hvað sem er fyrir rafmagn eða jarðhita. Og einnig þurfum við að fara að endurnýja eins og ég sagði áðan, ýmsar stofnlagnir hitaðu. Flutningskerfi raforku er náttúrulega líka virkilega lasið. Sko. Þetta er eitthvað sem við sem þjóð sem þurfum að taka okkur saman í andlitunum með. Jæja, þá fer nú að styttast í að við tökum þetta af kynningadagskránni en Gunnar Egilsson, bæjarfulltrúi D-lista, tekur næst í máls. Forseti bæjarfulltrúar tilheyrendur. Við erum alveg sammálaðið þetta. Á mörgu leyti. Ég er alveg sammálaðið því að þurfa að setja hann á annað tán. Hann leysir bara ekki málið. Hann leysir toppa. Svona að takmarku. Sko, tankur núna, hann allan sé ekki svona 20 tímar, hefðu það væri ekkert vatn sem kæmi inn í tankin, þá hefði hann 20 tíma til þess að dæla sig inn á kerfi. Það er þannig. Og það þarf alltaf að vera, hann þarf alltaf, sko, hann er, þetta er sko sveiflu jafnandi þró í raun. Sem tekur sveiflunar upp og niður hvað það er og bjargar. Algjörlega sammálaði. Við lögðum til á síðasta kjörtímabili að fara endurnýja stofnlögn niður á Eyrarbakka á vissu köflum. Við vorum búin að ræða það mál að fara, ok, nú þurfum við að fara að gera. Hún er mjög varasum og verður það þarf að gera við hana kannski 2-3 á vetri. Við þurfum að fara í það að gera. Það er gríðarlegi fjármunir sem eru framundan í þessum mál. Og endurnýja lagnir, jú, við gerum það í þessum götum þegar við erum að gera, bæði kalt og heitt vatn. Það munar þessa lekaleitun og það er kostur við þessu, til dæmis með þessa snjallfæði mælingu, þá er hægt að sjá það, taka út hverfi, hvað er að setja mikið inn á þessa þessa lögn og þá sér þið bara hvað er að fara mikið í hús. Þetta verður allt auðveldar þegar þetta er komið. Og til þess að fólk sjáu það er ekki að lekja kerfið. Við fórum grundigt í þess að kaldavas lekaleitun á sínum tíma og það skila okkur fullt. Ég ætla ekki lengi að fundi lengur heldur.
Eins og ég sagði áðan, þá fer ég nú að taka þetta mál að dagskránni, en Tómas Eller Tómasson í síðasta sinn, bæjarfulltrúi Amnesta, og lokuðu við þessari mælendaskrá. Forseti, það er líka eitt sem að ég vildi bara koma, það er eitt punktur hérna, heitavatnsnotkun hefur líka snar aukist með við íbúafjölda. Og það er sennilega vegna þess og líklegasta skýringin, og það er að gerast um allt land, er það. Hvað var fólk að gera heima hjá sér í COVID? Það var að setja upp sólballa og koma upp heitum potti. Og heitu pottarnir, þeir eru bara rándýrir í rekstri. Því ég veit að ég hef fundið fyrir því ég er með slögt á heita pottin núna í vetur. Þegar það voru alltaf himinháir hitautareikningar. En ég veit að við og bæjarfulltrúi Gunnar Eggertsson með margt sammála í orkumálunum, og við getum búið okkur til einhvern plattform til að þrefa Stórum dráttum grófum dráttum eru sammála. Við skal bara lokum, ég veit ekki hvort það nota tækifæri hér, bara ganga ykkur vel um helgina. Þá vorum við komin að síðasta dagskrárlið á dagskránni, það er liður 28, það er fundargerð til kynningar, bæjarráðs 141. fundur haldinn 10. mars síðastliðinn. Brynhildur Jónsdóttir bæjarfulltrúi D-lista tekur til máls. Heyrðu, ég ætla að koma hérna, forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur, að koma hérna undir lið 12. Á þessum bæjarráðsfundi var ég skipuð í verkefnishóp af hálfu sveitafélagsins Árborg og bæði bæjarstjóri og bæjarfulltrúar Arna Eir Gunnarsdóttir og Sigurjón Vídalín Guðmundsson eru með mér. Það sem mig kannski bara langar aðeins að vita, vegna þess að þegar ég er að lesa hlutverk þessa hóps, að það er eiginlega bara búið að gera allt það sem þessi verkefnishópur á að gera. Það átti að vera samráðsfundir og þeir eru báðir búnir og það þó einn eftir. Það er bara spurning hvort að einhverju geti svar með því. Hvert er hlutverk þessa hóps? Og hver var í rauninni ástæðan fyrir því ekki hef ég setið einasta fund í þessum verkefnishóp. Ég veit ekki hver getur svarað því. Þeirri sem vilja ræða þessa fundargerð, Gísli Halldór Halldórsson bæjarstjóri tekur til máls. Í aðdraganda bæjarráðsfundar þegar þessi miklumál höfðu komið upp, þá fundaði ég með Róbert Ragnarsinni ásamt formaður fræðslunefndar henni Örnu Ýr og Sigurjóni Vídalín sem að hefur látið sig hag þorpanna við ströndina miklu skipta og þannig að við værum tilbúin með einhverja tillögu fyrir bæjarráð sem varð klukkan 5 þann sama dag. En síðan hefur ekki verið fundað meir um það, heldur var verkefnið falið bæjarstjóra af bæjarráði að vinna það með ráðgjafar. Og hópurinn hefur því ekki hist en bæjarráð ákvað að skipa frá minnihluta hana Brynhildi sem fulltrúa í þessum 3 manna hóp og nú hafa farið fram 2 íbúafundir en ennur eftir fundir með foreldrum og börnum og með starfsmönnum og þannig að við höfum svo sem ekki fengið neitt feedback eða endurgjöf frá RR-ráðgjöf. Aftur á móti tók bæjarrættari fundapunkta á fundinum á Eyrarbakka en þannig að meðan ekki kemur tilbaka einhver úrvinnsla frá RR-ráðgjöf að þá sé ég ekki sérstaklega
til að kalla saman hópinn. Hópurinn getur auðvitað óska þess að láta til sín taka og þá verði ég að sjálfsögðu því sem starfsmaður hópsins. Takk fyrir. Þá dagskráin tæmd og ég bið bæjarfulltrúa að undirrita í fundargerðarbók og samþykkja fundargerð rafrænt í tölvunni. Segi þessum fundi slitið. Takk fyrir.